Tekjuskattur er skattur sem við borgum af tekjum eða launum sem við fáum, borgum til samfélagsins. Hluti af tekjuskattunum fer til sveitarfélagana og hluti fer síðan, stærsti hlutin fer í raun til ríkisins. Þessir peningar fari að reka skóla og leikskóla og halda við götum, reka heilbrigðiskerfi, vegakerfið og allt mögulegt. Tekjuskattskerfið á Íslandi er frekar flókið. Það eru 2 skattþrep. Fyrir tekjur undir tæplega 900.000 borgar maður 36,94%, en fyrir tekjur yfir tæplega 900.000 borgar maður 46,24%. Mörkin þau liggja í 893.713. Þetta er svolítið skrítin tala, það er líklega vegna þess að það hefur verið byrjað einhvern tímann á sléttri tölu og svo hefur þessi tala hækkað með hækkuðu verðlagi og þá verða til svona skrítnar tölur. Síðan er til eitthvað sem heitir persónuafsláttur. Hann er 53.895 á mánuði. Þetta er í raun grunnforsenduna sem maður þarf til þess að reikna tekjuskatt. Þessar tölur eru í gildi fyrir árið 2018. Þetta breytist svo milli ára. Fyrir nokkurum árum þá voru 3 skattþrep, þá var þetta ennþá flóknara. En ég ætla að sýna ykkur 3 dæmi. Við skulum byrja á að reikna hvað við borgum í tekjuskatt af 200.000 krónum. Þetta er fyrir innan mörkin, þannig að ég borga bara 36,94%. Þá þarf ég að margfalda það með tugabrótinu og ég ætti þess vegna að borga 73.880 krónur. En af því að persónuafslátturinn er afsláttur af skattinu þá dreg ég hann alltaf frá. 53.895. Þannig að ég þarf ekki að borga nema 19.985 í skatt, sem þýðir að ég fæ 180.015 krónur útborgað. Þið sjáið að ég er ekki að borga nema 20.000 í skatt sem er það bil 10% af 200.000. En það eru 200.000 bara rétt ofan við það sem að ef ég er með 180.000-90.000 þá borga ég engan skatt því að persónuafslátturinn hann skilar mér allir skattinu tilbaka. Ef ég er með 600.000 þá er ég aftur innan við mörkin og ég ætti að borga 221.640. Dreg svo persónuafsláttinn frá og þá enda ég á að borga 167.745 krónur í skatt og fæ 432.255 útborgað. Þarna sjáu þið, hér er ég að borga miklu meir en 10%. 10% af 600.000 væri 60.000 en ég er að borga næstu í 3 sinnum það. Þannig að hlutfallið sem ég borgi skatt, persónuafsláttur, hann hefur í raun minni og minni áhrif eftir því sem launin hækka. 600.000 er mjög nálagt meðallaunum á Íslandi árið 2018. Ef ég er hins vegar með 1.000.000 þá verður reiknistæmið töluvert flóknara. Þá þarf ég að reikna 893.715 sinnum 0,3694. Út úr þessu kemur 330.138. Svo að mismuninu, það sem ég er með umfram þetta mark hér, þarf ég að reikna hærri skattprósentu. 106.287 sinnum 0,4624. Út úr þessu fæ ég 49.147. Legg þetta saman, 379.255
285. Svo þarf ég að mínusa persónuafsláttinn frá. Þannig að ég borga 325.390 í skatt en fæ 674.609 krónur útborgað. Þannig að þetta verður flóknar og flóknar eftir því sem við erum með í raun hærri laun. Síðan bætist ofan á þetta lífeyrissjóðir, stéttarfélagsgjöld, það er breytilegt eftir því hvað maður gerir, hvað maður er gamall, í hvað stéttarfélagi maður er. Þannig að í raun er þetta ennþá flóknara. En svona, þetta er einfalda útgáfan af þessu.